Forstjóri Samherja segist ekki endurskoða þá ákvörðun að láta þýskt dótturfyrirtæki hætta tímabundið öllum viðskiptum við Ísland fyrr en gjaldeyriseftirlit Seðlabankans upplýsi hvaða brot fyrirtækið sé grunað um. Dótturfyrirtæki Samherja í Þýskalandi hefur ákveðið að hætta tímabundið öllum viðskiptum við Ísland. Forstjóri Samherja segir að fyrirtækið muni ekki endurskoða ákvörðunina fyrr en umbeðnar upplýsingar fáist frá gjaldeyriseftirliti Seðlabankans varðandi meint sakarefni fyrirtækisins. Dótturfyrirtæki Samherja í Þýskalandi Deutsche Fischfang Union hefur ákveðið að hætta tímabundið öllum viðskiptum við Ísland. Félagið ætlar ekki að selja afurðir sínar í gegnum íslensk sölufyrirtæki, sækja þjónustu hér eða landa úr skipum félagsins á Íslandi. Þetta gert þangað til upplýst verður hvað fyrirtækið grunað að gera rangt í viðskiptum á Íslandi, en gjaldeyrisvið Seðlabankans lagði nýlega hald á bókhaldsgögn fyrirtækisins í umfangsmiklum húsleitum á skrifstofum Samherja á Akureyri og í Reykjavík í síðustu viku. Bankinn hefur rökstuddan grun að Samherji og dótturfélagið hafi brotið lög gjaldeyrismál. Myndi það breyta einhverju ef þið myndi fá þessar upplýsingar sem þið eru biðjum varðandi þessa ákvörðun? Það alveg ljóst að þessi ákvörðun þýðir fjárhagslegt tjón fyrir fyrirtæki og við að sjálfsögðu munum endurskoða þessa ákvörðun ef að við fáum þessi gögn og menn eru vissir það að þeir eru ekki að brjóta lög. Þannig að menn fáum það útskýrt þá hvers vegna að gripið til svona harkalega aðgerða gagnvart fyrirtæki. En ertu þá ekki að stilla mönnum svolítið upp í vegg? Það er af og frá, það er náttúrulega algjört ábyrgðarleysi af stjórnendum í Þýskalandi að halda áfram á óbreyttan hátt. Það er algjörlega útilokað. Þorsteinn segir Samherja engar upplýsingar hafa fengið varðandi rannsóknina. Seðlabankinn feli sig á bak við lagaákvæði meðferð sakamála þar sem rannsakanda sé ekki skylt að veita upplýsingar fyrr en að 3 viknum liðnum frá aðgerðum vegna rannsóknarhagsmuna. Þorsteinn segir það af og frá, engin gögn séu eftir í fyrirtækinu til að hylja möguleg lögbrot sem hann vísar staðfastlega á bug. Ef ákvörðun fyrirtækisins stendur, mun það hafa mikil áhrif á starfsemi landvinnslu Samherja í Eyjafirði. Það fólk veit alveg að við munum berast fyrir því að útvega fyrirtækjum hráefni, en það er alveg ljóst að hráefnisöflun okkar síðustu mánuðina byggðist á því að Baldvin myndi landa ferskum fiski vegna þess að Samherji nánast búið með alla sína aflaheimildir á Íslandi.